Skref 2. Verum vakandi og draugum úr áhættuþáttum. Með því að skapa öruggt umhverfi draugum við úr hættu á kynferðisofbeldi. Kynhegðun þarf að kenna og börn þurfa leiðbeiningar kynhegðun eins og flest aðra hegðun. Mikilvægt að horfa á kynferðisofbeldi sem framið af börnum og unglingum sem hegðun vanda frekar en ofbeldi. Þú mátt ekki beita iðkendur ofbeldi eða ganga of langt eða setja við aðstæður sem getur verið hættulegar. Vísbendingar geta verið í formi kvartana eins og undan maga eða höfuðverk sem eiga sér oft enga skýringar eða líkamlegar einkenni eins og sár á kynfærum sem eru þó sjaldgæf. Það eru vísbendingar, hluti sem að hefði kannski hægt að kveikja einhverjum rauðum flöggum eða viðvörunarljósum. Ekki er hægt að gera ráð fyrir því að barn sem hefur orðið fyrir kynferðisofbeldi beri þess sýnileg merki, en þau eru þó oftast til staðar. Hins vegar þarf að þekkja merkin til að koma auga á þau.